Starfsfólk Icelandair býr sig undir stórfelldar uppsagnir sem verða tilkynntar fyrir mánaðamót. Forstjóri segir óvissuna erfiða fyrir þá 3.500 sem starfa hjá fyrirtækinu. Ekkert nýtt kórónuveirusmit greindist síðasta sólarhring í fyrsta sinn í 2 mánuði. Sóttvarnalæknir segir að haldi þetta áfram komi til greina að mæla með því að flýta tilslökunum á samkomubanni. Yfir 3.000 manns létust úr COVID-19 í Bandaríkjunum í gær. Fleiri en 50.000 eru látnir. Landlæknir varar við vangaveltum Bandaríkjaforseta gagnsemi þess að neita hreinsiefna til að koma í veg fyrir smit. Lögregla og tollur hafa aukið eftirlit með mögulegu fíkniefnasmygli á sjó eftir að flug lagðist nánast af. Framboð á sterkum fíkniefnum hefur ekkert minnkað að sögn lögreglu. Gæsir hópast nú til landsins og rífa í sig nýgræðing úr túnum. Bóndi í Nesjum segist horfa á eftir 20 kýrfóðrum í gæsina og vill fá skotleyfi á hana á vorin. Gott kvöld. Forstjóri Icelandair segir að tilkynnt verði uppsagnir fyrir mánaðamót. Starfsmenn félagsins voru boðaðir á fund í dag. Þeir búast við stórfelldum uppsögnum og töldu margir reyndar að tilkynnt yrði þær í dag. Stórfelldar uppsagnir vofa yfir hjá Icelandair. Félagið gaf frá sér afkomu viðvörun á miðvikudag en enn hefur fólki ekki verið sagt upp. Nú þegar eru 92% starfsmanna á hlutabótaleiðinni, sem þýðir að Icelandair greiðir fjórðung launa þeirra á móti atvinnuleysisbótum. Fyrirtæki í þeirri stöðu sem svo segja fólki alveg upp störfum þurfa að greiða laun þess að fullu í uppsagnarfresti sem oft 3 mánuðir. Það náttúrulega bara algjörlega ókleifur múr fyrir þau fyrirtæki sem standa frammi fyrir þeirri stöðu að tekjusamdrátturinn alger og standa eftir algjörlega tekjulaus. Það munar að sjálfsögðu heilmiklu og við erum náttúrulega gripum tækifærið þegar þessi leið var í boði hérna fyrir lok síðasta mánaðar og erum að skoða hvernig framhaldið á henni verður og bíðum eftir upplýsingum það. Stutt til mánaðamóta og margir bíða áhyggjufullir fregna af því hvort þeir missa vinnuna. Fjármálaráðherra segir að starfshópur vinni að tillögum hvað tekur við í lok maí þegar hlutabótaleiðin rennur úr gildi. Við viljum taka sem allra skemmstan tíma í að veita þessi svör. Við erum að vonast til þess að geta gert það í næstu viku. Ef að stjórnvöld koma með upplýsingar núna á næstu dögum sem að hafa áhrif á þetta, þá getur það haft áhrif á okkar útfærslu. 3.500 manns vinna hjá Icelandair. Staða fyrirtækisins var reifuð á rafrænum starfsmannafundi í dag. Það hlýtur svolítið erfitt að láta dagana líða og bíða svona? Já, þetta mjög bara slæm staða sem að við og allir allir þessari óvissu. Margir bjuggust við uppsögnum í dag. Hvenær ætlaði að tilkynna þær? Ég bara þeir eru tilbúin en allavega fyrir mánaðamót. Halldór Benjamin segir að biðin eftir svörum frá stjórnvöldum sé mörgum þungbær. Óvissa, sama hvort það fyrir launþega eða atvinnurekendur, afskaplega þungbær og við ættum öll að leggjast á árarnar reyna að eyða henni sem fyrst. Boltinn hjá stjórnvöldum. Margir fyrirtækjaeigendur að velta fyrir sér hvað þeir geta greitt laun lengi. Þegar að stjórnendur sjá ekki fram á að geta staðið við skuldbindingar fyrirtækisins, ber þeim lögum samkvæmt að gefa fyrirtækið upp til gjaldþrotaskipta og ef það gerist í stórum stíl þá erum við sem samfélag á vondum stað. Ríkið verða að grípa inn í. Til þess að tryggja að hér verði fyrirtæki sem fólk geti komið til starfa á nýjan leik eftir að þessari óværu linnir. Ekkert kórónuveirusmit greindist síðasta sólarhring í fyrsta sinn síðan veiran greindist hér. Sóttvarnalæknir segir að haldi þetta áfram verði hugsanlega hægt að flýta tilslökunum á samkomubanni en þó verði engu breytt fyrir 4. maí. Hann segir merkilega niðurstöður á mótefnamælingum hafa komið í ljós hjá íslenskri erfðagreiningu. Þegar litið á línuritið af COVID.is fjölda virkra smita og þeirra sem batnað sést vel á dökka litnum hvernig kurva þeirra sem eru smituð fer lækkandi. Nú eru 237 manns með kórónuveirusmit. Fyrsta kórónuveirusmitið var greint hérlendis 28. febrúar fyrir 2 mánuðum. Mest greindist af smitum fyrir 1 mánuði 23. mars, þá voru 106 smit greind. Síðasta sólarhring greindist ekkert smit í þeim 193 sýnum sem tekin voru. Sjálfur sér það merkisdagur en ég held að það
þýði sjálfur sér ekkert mikið umfram það sem við vissum að vera að gerast núna síðustu dagana. Að smitt væri mikið á niðurleið og það væri bara mjög lítið smitt í gangi. Þórólfur segir að búast megi við sveiflum upp og niður, ekki sé tilefni til að auka tilslakanir fyrir 4. maí, en þá miðast samkomubann við 50 manns í stað 20 áður. Ef þetta verður hins vegar svona áfram, að þá getur vel komið til greina að mæla með því að við munum aðeins flýta þessum tilslökunum á næstu vikum og mánuðum, en það verður bara komið ljós eiginlega. Hann lagði til í minnisblaði til heilbrigðisráðherra að íhuga tilslökun 3 til 4 vikum eftir 4. maí og þá að 100 manna fjöldatakmörkunum og opnun sundlauga og líkamsræktarstöðva. 12 COVID-sjúklingar liggja nú á Landspítala, þar af 4 á gjörgæslu og 2 þeirra í öndunarvél. 2 eru COVID-smitaðir á sjúkrahúsinu á Akureyri, annar þeirra er á gjörgæslu. Nú er talið að 1% þjóðarinnar hafi sýkst og því stór hluti hennar enn móttækilegur fyrir veirunni. Ekki hefur verið ákveðið hvernig mæla eigi fyrir mótefni. Íslensk erfðagreining er að skoða nokkrar aðferðir hjá 3 hópum, þeim sem hafa sýkst, þeim sem verið hafa í sóttkví og þeim sem aldrei hafa veikst. Það sem kemur í ljós er það að einstaklingar sem að fá töluvert mikil veikindi og einkenni af sýkingunni, þeir mynda meiri mótefni, hærra mótefna svar heldur en hinir sem veikjast mjög lítið. Og auk þess er hugsanlegt að aðrar kórónuveirur geti valdið svari líka sem að komi slá út af prófinu. Þetta er bara allt sem er verið að skoða, þannig að við verðum að vera vissum áreiðanleikann, en þetta eru mjög athyglisverðar niðurstöður sem er að koma fram samt sem áður hjá Íslenskri erfðagreiningu á þessum sjúklingahópum og þessum hópum sem verða að kanna núna. Í dag opnaði vefurinn Líðan í covid.is. Þar gefst öllum eldri en 18 ára kostur á að taka þátt í rannsókn vísindamanna Háskóla Íslands í samstarfi við embætti landlæknis og sóttvarnalæknis. Markmiðið er að afla sem mestrar þekkingar og áhrifum kórónuveirufaraldursins á líðan og lífsgæði Íslendinga til þess meðal annars að geta í framtíðinni brugðist enn betur við áhrifum áfalla á borð við heimsfaraldur. Fjöldi staðfestra dauðsfalla í Bandaríkjunum vegna kórónuveirunar fór yfir 50.000 í dag. Sama dag og yfirvöld í Georgíuríki afléttu lokunum vegna veirunar, fyrst Bandaríkjanna. Hársnyrtistofur og líkamsræktarstöðvar voru opnaðar að nýju í Georgíu í dag, þvert á ráðleggingar heilbrigðisyfirvalda. Mælst hefur verið til þess að hafa lokað í það minnsta fram í maí, því enn sé óvíst með framhald faraldursins, en hátt í 900.000 hafa greinst í Bandaríkjunum. Lokanir hafa haft mikil áhrif á bandarískan efnahag og atvinnuleysi farið upp úr öllu valdi. Half of America approximately works at a small business, and small business is the most deeply impacted by the coronavirus pandemic. So it shouldn't surprise us that there's a lot of job losses because that's where all the jobs are. The numbers are certainly deeply alarming. To get to 26 million jobless in just a month is terrifying. Donald Trump Bandaríkjaforseti undirritaði í dag lög björgunaraðgerðir sem nema hátt í 500 milljónum bandaríkjadala. Hann vill koma atvinnulífinu á stað en segist leið ósammála ríkisstjórum sem vilja aflétta aðgerðum. En yfirlýsingar hans gagnsemi útfjólublára geisla og hreinsiefna í baráttunni við veiruna hafa verið í aðalhlutverki í fjölmiðlum í dag. Orðin lét hann falla á daglegum blaðamannafundi í gær við að því virðist litla hrifningu Deborah Birx, yfirmanns viðbragðsteymis stjórnvalda vegna faraldursins. Supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that? By injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Þó Trump sé ekki að mælast til þess að fólk drekki klór, þá hafa læknar og vísindamenn í Bandaríkjunum og hér heima, auk framleiðenda hreinsiefna, séð sig knúna til að vara almenningu því að innbyrða klór eða önnur hreinsiefni. Því miður að þá virðast hugmyndir sem byggja á vitleysu ná eyrum fólks og þannig hefur því jafnvel verið velt upp að inntaka sótthreinsandi efna eins og klórs og ísopropylalkóhól sem frostlugur geti virkað sem meðferð, en þetta getur verið stórhættulegt og við verum sérstaklega við slíku.
Engin skortur er á sterkum fíkniefnum á Íslandi að sögn lögreglu þrátt fyrir að flug liggi nánast niðri. Fylgst er betur með sjóflutningum en áður. Í fyrra lagði lögregla hald á mun meira kókaín en nokkru sinni fyrr. 40 kíló sem fyrst og fremst komu hingað með farþegaflugi. En þótt farþegaflug til landsins sé nánast ekkert í COVID-ástandinu, eða innan við 1% af því sem áður var, segir lögregla að engin skortur sé á kókaíni á Íslandi, frekar en öðrum hörðum fíkniefnum. Við erum verið í sambandi við okkar tengiliði og samstarfsfélaga aðila og það eru allir sammála það á því að það er ekki skortur á þessum efnum og við erum heldur ekki að sjá að verð á fíkniefnum sé að hækka, en það er ein vísbending sem að kemur upp þegar að skortur er. En hvað veldur? Já, það getur skýrt svo sem við varðum við kókaín að það er bara nóg til og sé bara nóg til af því hérna í landinu og svo höfum við verið að taka þessar amfetamin framleiðslur sem að menn færa sig bara meira í það að framleiða hér á landi. Nú þegar flug hafi nánast lagst af, leggi lögregla meiri áherslu á sjóflutningana. Það hefur svo sem komið fram eins og til að mynda hjá Europol að 90% þeirra fíkniefna sem flutt eru til Evrópu fara sjóleiðina. Þannig að ég held að sé engin undantekning hér, klárlega ekki. Við beinum spjótum okkur meira að því og erum í góðu samstarfi við tollayfirvöld varðandi það. Þannig að það er nú eitt af því sem við erum að veita sérstaka athygli. Í þessu ástandi núna? Þessu ástandi núna, já. Verkefnastjóri frú Ragnheiðar hjá Rauða krossinum sagði við fréttastofu í síðustu viku að skortur væri á vímuefnum fyrir veikustu fíklana og að ofbeldi innan þess hóps hefði aukist. Sá hópur reiðir sig mikið á lyfseðilsskyld lyf og margir segist minni yfirsýn hafa yfir þann markað. Hann segist hins vegar ekki hafa tekið eftir því að ofbeldi hafi aukist meðal þess hóps frá því sem áður var. Gæsluvarðhaldi við karlmanni á 60-aldri sem grunaður að hafa orðið sambýliskonu sinni að bana í Sandgerði í lok mars hefur verið framlengt til 20. maí. Lögreglan á Suðurnesjum handtók manninn 1. apríl 4 dögum eftir að sambýliskona hans lést á heimili þeirra. Það var ekki fyrr en að lokinni krufningu sem grunur vaknaði saknæmt athæfi. Lögreglan hefur lítið viljað tjá sig gang rannsóknarinnar en segir í tilkynningu að henni miði vel en biður sig eftir gögnum meðal annars frá útlöndum. Úrskurðurinn hefur verið kærður til Landsréttar. Skógareldar hafa valdið miklu tjóni í stærsta þjóðgarði Póllands. Nú einir mestu þurrkar í áratugi í Austur-Evrópu og skógareldar loga víða. Vorið var óvenju þurrt og hlýtt í Austur-Evrópu en þar hefur ekki rignt að ráði í margar vikur. Wilgotność ścioły w tej chwili osiąga granicę 10%. Ona jest porównywalna do wilgotności kartki papieru. Hitinn fer í 25 stig dag eftir dag sem óvenjulegt í Póllandi svo snemma sumars og það ekki mikil breyting framundan. Ziemniaki jeszcze nie posadzone, czekamy na, żeby coś pokropiło. Ale słabe nadzieje, nie, prognozy słabe. Skógareldar kviknuðu í Biebsra þjóðgarðinum á sunnudagskvöld en talið að sinubruni bænda hafi farið úr böndunum. Eldurinn hefur þegar valdið tjóni á 10% þjóðgarðsins sem sá stærsti í Póllandi og mörg hundruð slökkviliðsmönnum hefur lítið orðið ágengt. Kiedy ja tu mieszkam już 52 lata, takiego pożaru w życiu nie widziałem. Były pożary różne, ale takiego jeszcze w życiu było takiej tragedii, takich pożarów. Og það svipað sögu að segja í nágrannaríkjunum. Eldar loga enn í nágrenni Tjernobyl kjarnorkuversins í Úkraínu en þeir kviknuðu í byrjun mánaðarins. Þykkur reykur lá yfir Kænugarði síðustu helgi en slökkvistörf hafa gengið vel í vikunni. Mun austar í Novosibirsk í Síberíu líka óvenju þurrt og hlýtt en hitinn þar núna 15 stigum hærri en að jafna á þessum ástíma. Þessar aðstæður og svo mikli fjöldi fólks sem flýr þéttbýlið vegna kórónuveirunnar hafa orðið til þess að skógareldar 25% algengari í venjulegu árferði. Meðferð mála sexmenninganna sem í haldi í Namibíu vegna samherjaskjalanna hefur verið frestað til 29. maí vegna heimsfaraldursins. Fyrrverandi ráðherrarnir Bernard Esau og Saki Siangala áttu að mæta fyrir dómara í gær. Auk þeirra eru James Hatukulipi, fyrrverandi stjórnarformaður Fiskor, Mike Nupinia sem rekinn var sem framkvæmdastjóri Fiskor, Thompson Hatukulipi, tengdasonur Esau og Pius Matelulu í haldi. Þeir hafa setið í fangelsi í 5 mánuði
Nupinja að honum undanskildum, hann var handtekinn í febrúar. 4 eru ákærðir fyrir spillingu og 2 fyrir samsæri. Útgöngubann í Namibíu og stjórnvöld hafa lýst yfir neyðarástandi. Gleði, sorg, einmanaleiki og óvissa virðast einkenna líðan ungs fólks á Akureyri þessa dagana. Með hjálp tækninnar er nú hægt að fylgjast með tilfinningalífi barna og unglinga í bænum. Við erum semst að fá alla krakka á Akureyri frá 0 til 18 ára til þess að skrifa eða fara inn á síðu á netinu til þess að skrifa inn hvernig líður núna í samkomubanni. Það kom alveg mörg orð upp í hugan en þú veist, mér líður bara vel. Þú endaði með að skrifa vel? Já. Af hverju? Af því að mér líður allavega ekki illa, eða skilur mér aldrei búið að líða illa en þú veist, þetta er alveg orðið svolítið þreytt. Hægt verður að fylgjast með verkefninu í rauntíma á skjá sem komið hefur verið fyrir við Hafnarstræti á Akureyri. Og við hvetjum foreldra sérstaklega til þess að koma hérna og labba framhjá og skoða á hana skjá af því þetta er til þess að opna á samtal það hvernig líður mínu barni hérna á þessum tíma. Hugmyndin er að við getum tekið upp einhvern tíma seinna og séð hvernig börnunum okkar leið á þessum tímum því þau eru það mikilvægasta sem við eigum. En nú eru orðarnir eins og kvíði, einmanaleiki og svona alvarlegar tilfinningar. Er þetta eitthvað sem þið hafið áhyggjur af? Já, bara vissulega. Viðkvæmir hópar sem að stóðu kannski höllum fæti fyrir sem við höfum mestar áhyggjur af. Hvernig gekk að svara? Vel. Og hverju svaraðu? Gaman. En krakkarnir í bekknum, hefur einhverja hugmynd það? Hvernig þeim líður? Illa. Heldur einhverju líður illa? Sem við gráta stundum. Gæsir flykkjast til landsins og á Suðausturlandi eru ræktuð tún efst á matseðlinum, bændum til mikil sama. Bóndi í Hornafirði skorar á stjórnvöld að leyfa vorveiðar á heiðagæs. Stofninn hafi margfaldast á síðustu áratugum. Þegar gæsin er búin að fljúga yfir hafið og lendir á ströndum Íslands, hefur hún ágæta matarlyst. Grágæs og heiðagæs eru komnar til að hafa það gott á Íslandi og verpa. Helsingi er farin að verpa hér umtalsvert en flestir þeirra halda áfram til varpstöðva á Grænlandi. Hann er fargestur hér eins og blésgæs og margæs sem fá sér þó í svanginn á vesturleið. Bændur tala að vortún séu svört af gæs og Eiríki á Seljavöllum blöskrar hvað hún étur. Hann sér á eftir nýsprettunni og rýkur í bílinn. Það eru bara komna svo fljótt aftur. Þetta er að verða bara alltaf eykst vandinn ár frá ári og virðist ekki verið neitt áhugi hjá opinberum aðilum að taka á þessu vandamál. Já, gæsin hún náttúrulega bara tekur svona upp til hálfa uppskeru, hún seinkar slætti hjá manni svona hálfan mánuð eða allavega 10 daga. Ég held að það er borðið svona sem samsvari svona kannski upp undir 20 kýrfóðrum. Náttúrustofa Suðausturlands hefur rannsakað áhrif gæsar á uppskeru bænda. Hún minnkaði 1/4, 3 heyrúllur tapaðar á hvern hektara. Heiðagæsastofninn hefur stækkað mjög og telur 440.000 fugla. Já, ég held að það sé eitt af því sem þurfa að gera, að leyfa bara vorveiði á gæs. Þetta er svo ofboðslegu fjöldi. Þetta er bara eins og sviðin jörð, hún hreinsar þetta algjörlega upp, sko. Þennan nýgræðing sem er að koma upp úr í þessu. Þegar heiðagæsin víkur úr túnum til að verpa, tekur álftin við. Geldfuglin, við erum að glíma við hana meira og minna allt sumarið og hún er nú ennþá leiðilegri, sko. Það er náttúrulega bara að fækka henni verulega. Það er náttúrulega alveg glórulaust að vera allar þessar álftir. Víða heim er fólki nú gert að bera grímur fyrir vitunum og almannafæri. Sú breyting er farin að setja mark sitt á listaverki í mörgum borgum. Öllum íbúum Ríó í Brasilíu er nú skylt að ganga með grímur fyrir vitunum og almannafæri. Til að minna á hina nýju reglur ákváðu borgaryfirvöld að skreyta styttur bæjarins með andlitsgrímu. Tveir vogunum fór í götu skó, gengu þeir bíónum víðsvegar en einsvegar. Voru þeir á höndunum eftir skósmiðnum. Þeir gengu miklu braut og hittu Einar Ben, skáldi við alltaf í frakkanum að neftum hnésíðum. Einar er ein af styttum bæjarinn sem enginn enn er að horfa á. Greiðstytturnar
Borgarbúar sem og ferðamenn virðast taka nýju reglunum vel. Eu acho que está certo, que acho que melhora a nossa liberdade, vai aumentar, vai acabar com essa restrição tão grande. Não vai à rua, não saia, vai para casa. Eu acho importante. Eu acho que temos que ter consciência do que está a acontecer à nossa volta e temos que estar realmente preparados para isso. É importante que usemos as máscaras. Og fleiri listaverk skarta grímum. Þannig máttu sjá kunnulega ásjónu stúlkunar með perlueyrnalokkin eftir Jóhannes Vermeer dúkka upp á vegg einum í Bristol. Veggmyndin útfærsla götulistamannsins Banksy á málverki hollenska listamannsins, nema að þessu sinni stúlkan með eyrnalokkin einnig með grímu. Þó að húsdýragarðurinn í Laugardal í Reykjavík sé lokaði gestum þessa mundir, virðist heimsóknarbannið ekki hafa mikil áhrif á íbúana þar. Dýragarðar allan heim eru nú flestir mannlausir fyrir utan starfsfólk og þar húsdýragarðurinn engin undantekning. Lífið heldur áfram, grísir og kýlingar fagnar sumrinu, enda eru áhyggjur af heimsfaraldri sennilega víðsfjarri á þeim bænum. Here comes the sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Á þetta með sóluna sem að George Harrison söngum. Veðurfræðingur kvöldsins Sigurður Jónsson spáði því að það þykkni upp norðanlands í nótt, en létti til landið vestanvert. Norðaustan kaldi og lítils háttar rigning eða slitta fyrir norðan og austan verði á morgun, spáir Sigurður, en bjartviðri vestanlands. Hiti 3 til 12 stig hlýjast sunnan heiða, víða næturfrost inn til landsins. Sigurður segir okkur nánar frá þessu að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Hætt hefur verið við umspil sæti á HM karla í handbolta vegna COVID-19 faraldursins. Ísland fær sæti á HM vegna árangursins á EM í janúar síðastliðnum. Þetta kemur okkur náttúrulega mjög vel, en ég tel að við höfum verið búin að vinna mjög vel fyrir þessu með því að koma okkur upp úr riðlunum á EM. EM í frjálsíþróttum sem átt í París í ágúst hefur verið aflýst. Það þýðir meðal annars að Ásdís Hjálmsdóttir hefur keppt á sínu síðasta stórmóti, en hún hættir keppni eftir sumarið. Og Sigurður Gunnar Þorsteinsson, körfuboltamaður, segist hlakka til að geta aftur hitt sjúkraþjálfarann sinn. Hann hefur verið í endurhæfingu heima fyrir eftir krossbandaslit. Helstu atriði fréttanna. Starfsfólk Icelandair býr sig undir stórfelldar uppsagnir sem verða tilkynntar fyrir mánaðamót. Forstjórinn segir óvissuna erfiða fyrir þá 3500 sem starfa hjá fyrirtækinu. Ekkert nýtt kórónuveirusmit greindi síðasta sólarhring í fyrsta sinn í 2 mánuði. Sóttvarnalæknir segir að haldi þetta áfram komi til greina að mæla með því að flýta tilslökunum og samkomubanni. Yfir 3000 manns létust úr COVID-19 í Bandaríkjunum í gær, fleiri en 50.000 eru látnir. Landlæknir vara við vangaveltum Bandaríkjaforsetum gagnsemi þess að neyta hreinsefna til að koma í veg fyrir smit. Lögregla og tollur hafa aukið eftirlit með mögulegu fíkniefnasmygli á sjó eftir að flug laðist nánast af. Framboð á sterkum fíkniefnum hefur ekkert minnkað að sögn lögreglu. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við minnum á að vefurinn uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma lokið, verið sæl og njótið helgarinnar. Á RÚV í kvöld. Herra Bean eru sígildir breskir gamanþættir frá árunum 1990 til 1995 ævintýri hins seinheppna Herra Bean. Popcorn, sagan á bak við myndbandið eru stuttir